Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það er 29. júní og klukkan orðin 10 og við erum komin að síðasta viðmælanda kvöldsins. Ég kom með línuna, formann ferðarstadeildar HSK. Það var mikið að vera á Selfossvellinum, frjálsöldavellinum hér helgina og það var meistaramót Íslands í frjálsum 11 til 14 ára og Guðmunda Ólafsdóttir, hún er komin á línuna. Komdu blessuð og sæl. Já, sæl og blessaður. Hvernig þú búin að hafa það eftir helgina? Já, ég nú bara í skýjunum ennþá, verði ég að segja. Já. Það bara gekk vonum framar, hægt að segja. Og hvað var mikið fjöldi keppanda mætt þarna í frjálsum íþrótum? Já, þetta voru rúmlega 200 keppendur. Við hefðum viljað sjá miklu fleiri frá mörgum félögum, eins og það voru innan við 20 keppendur frá IR sem ekki mjög vanalegt. En við mættum bara helmingi sterkari í staðinn og frá HSK voru 70 keppendur. Já. Og heimamenn unnuð það ekki? Já, við hefðum getað sleppt í að mæta á sunnudeginum og unnið samt. Við vorum með sem sé 1169,5 stig þegar upp að staðið og næsta lið á eftir var með 492. Já, þannig að þetta var yfirbyrða sigur. Heldur betur. En mótinu sjálfu, þar voru settið það ekki 3 Íslandsmet? Jú, það var þannig. Það voru bæði ármenningar sem að setja þetta. Það var sem sé Birna Kristín Kristjánsdóttir sem að tvíbætti Íslandsmetið í 80 metra grindalaupi 13 ára. Og það er þá stendur núna í 12,72 sekúndum. Já. Mjög vel gert hjá henni. Hún er virkilega spræk stelpan og var að gera mjög gott í öðrum greinum líka. Svo var það hann Kristján Viggo Sigfinnsson frá Ármanni sem að er 12 ára og stökk 1,61 metr í hástökki. Já, 12 ára gamall. Já, og reyndi að gera betur. Er hann ekki þá að stökkva vel yfir hæsíðan eða? Jú, hann var allavega ekki svo stæðstið þarna. Nei. En það er náttúrulega á þessu móti sjálfu, það er náttúrulega alveg lýgilegt hvað frjálsíþróttakeppendur virðast alltaf vera að bæta sig bara í persónulegu bætingum. Var eitthvað um það? Já. Það var alveg töluvert það, mér skilst að það hefur verið 277 bætingar á mótinu, persónulegar bætingar. Já. Þannig að það er bara, þó að svo fólk sé ekki vinna til veluna kannski og fara á pall, þá er það að vinna persónulega sigra sem er svo skemmtilegt í þessum greinum. En hvernig kringu svona móta þá er náttúrulega nóg að snúast og þetta náttúrulega fer allt fram á sama tíma, þannig að það er erfitt að ná að fylgjast með öllu, eða ekki? Jú, ég náttúrulega sá ekki helmingina því sem fór hérna fram að það var bara að reyna að halda utan skipulagninguna og allir séu á réttum stað á réttum tíma. Þið eru náttúrulega búin að vera skipulag ég held að fyrsti fundur hjá skipulagsnefndinni hafi verið í nóvember á síðast ári, og við erum búin að funda mánaðarlega síðan til þess að þetta sé allt sem best. Þetta náttúrulega reykur sér allt á bara sjálfbúðaliðum sem við fáum hérna úr félögunum í héraðinu. Já. En hvernig er svona áhugi almennt hérna á Suðurlandinu fyrir frjálsum íþróttum? Er aukast fjöldin sem er að stunda frjálsar íþróttir? Já, það er svona aukast fjöldin á þeim sem eru að stunda þetta svona mikið alvöru af þessum krökkum, sko. En það virðist samt einhvern veginn vera að þó að aðstæðan sé að bætast víðsvegar landið, þá eru svona færri kannski að stunda þetta, en áhugin gífurlega mikill og þeir sem eru að stunda þetta eru í mikill framför og svoleiðis. Það er kannski færri svona inn í gamlu sveitunum sem eru að láta til sín taka. Já, nákvæmlega. Þannig að það þarf að, svona endurvakningu þar. Já, það finnst mér. Það mætti alveg, það má ekki gleyma því að það er hægt að hlaupa á grasvöllum og svona, það þarf ekki alltaf að vera fína staðstæðan, sko. Nei, en svona, eftir að þessi nýja aðstæða kom og þá, er ekki ykkur akademi og fleira að fara að stað þarna hjá Selfoss og HSK? Jú, það er mjög spennandi og tekst vonandi loksins að koma henni á stað í haust. Það sem sé á að vera frjálsíþróttaakademía, þar sem að krakkarnir sem eru skráðir í FSU og skráð sig í akademíuna fá 3 æfingar inn á bara stundatöflu hjá sér og geta þá stunda frjálsar á skólatíma með öðrum æfingum náttúrulega. Þetta náttúrulega er bara mikill munur fyrir þá krakkar sem eru kannski að hafa verið að æfa á hellu og kolsvelli og lengra í burtu og komast þá á æfingar við toppastæður hérna. Þannig að þetta er kannski búið að vera svona nauðsynlegt. Eru þið búin að vera lengi með þessu hugmynd í hausnum? Já, þetta er svo sem aðalega frjálsíþróttadeildin og Selfossi sem er búin að vera standi í þessu, en ég veit raunin ekki nógu mikið það, sko. Nei. En þetta er búið að vera í umræðinni mjög lengi. Já,
bara síðan fyrstu akademíutar byrjuði að spretta upp hérna hjá FSU. En nú, já, það virðist vera sama hvað frjálstamót haldið, þá eru, já, HSK-metin slegið hvert á fætur öðru og Íslandsmetin og persónuleg bætingar hjá flest öllum. Hvernig stendur á þessu? Já, fólk verður bara alltaf að reyna betur og betur til þess að reyna að ná þessum metum. Það þau gera ekkert annað en að vaksa. En það alltaf til ykkur, gömul met, mér skilst að þetta Íslandsmet hann í hástökkinu hafi verið frá 1980 eitthvað. Þannig að sum metur eru eldri en önnur og svona. En það mun auðveldara að ná metum eins og í þessum nýju greinum, sko, eins og í, kannski 80 metrar grindahlaupi sem hefur ekki verið keppt mikið í fyrir á árum, sko. Þá kannski auðveldara að ná því. Já. En hvernig liggur fyrir, eins og ef ég bara þegar persónulega, hvernig liggur fyrir áhugin á þér? Akkur hefur þú svona mikinn rosalega áhuga á þessu? Já, það nú kannski bara því ég var ekki nógu góð að keppa, sko, þurfti bara að finna mér annan vettvang og fór að, bara starfa við þetta í staðinn. Það nýttist betur hæfileikarnir þar. Já, þannig að það mikil stemning í kringum þetta? Já, það bara svona maður, var nú alltaf að dútlað við aðeins eitthvað svona í sveitinni og fjölskyldan öll mjög frjálsíþrótta tengd, þannig að þetta svona bara í blóðinu, held ég. Já, nákvæmlega. En hvernig svona, ef við spyrjum framundan hjá okkur núna, var þetta stærsta mótið það ekki sem við hafið haldið, eða? Já, svona fyrir utan landsmót og unglingalandsmót, þá þetta stærsta sem við höfum haldið. Já. Held ég að það sé óhætt að segja. Og við stefnum bara á að halda eitt stórt mót á hverju ári, held ég. Já, nákvæmlega. En HSK liðið mun það vera fullu að í allt sumar að keppa á hinn og þessum mótum? Já, það er rétt að vona. Það bara ýmislegt framöndan. Júlí rólegur núna, en unglingamót HSK samt þann 21. júlí, held ég. Já. Og svo tekur við meistaramót Íslands þar á eftir fullorðina. Það í fram í Kópavogi og svo bara að rekja mótin sig bikarkeppnirnar og svo náttúrulega unglingalandsmótið og fleira skemmtilegt sem að það hægt að gera. Nákvæmlega. Guðmunda Ólafsdóttir, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við hvetjum alla til þess að kíkja á þau mót alltaf hjá okkur. Næsta mót hjá okkur það ekki 15-22 ára, sagðirðu? Jú, já. Og það verður í júlí. Já, nákvæmlega. Að gera fjölmenn. Það til að koma og keppa bara með okkur og bara kíkja á æfingar út héraðið þar sem þær í gangi. Já. Þetta nálgast upplýsingar við því hvaða æfingar í boði og hvaða svæði? Það bara hægt að heyra í mér til dæmis og fá ykkur upplýsingar það. Já. Og eins á heimasíðum hjá félögum, þá greina góður upplýsingar. Það bara farið kíkja á heimasíðuna hjá því félagi sem ykkur næst. Aldrei of seint að byrja í frjálsum? Nei, það nefnilega ekki. Það alltaf hægt að keppa í frjálsum, sko. Já, það nokkri lifandi góðsarnir yfir því. Já, svo sannarlega. Guðmunda Ólafsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, takk svo fyrir. Já, sportþáttur verður ekki lengri sinni en ég get nú ekki sleppt frjálsíþrótta umræðinni án þess að enda þetta á því að minnast á Tristan Freyr Jónsson sem setti nýtt aldursflokkamet í 110 metra grindahlaupi í flokki 18-19 ára helgina en hann kom í mark á 14:26 sekúndum en þetta var beiting á hans besta árangri 64 sekúndu en fyrra meti var í eigu Einars Daða Lárussonar 14,51 sekúndum sett fyrir 6 árum síðan og þetta var náttúrulega í Mannheim en Vigdís Jónsdóttir keppti líka í sleggjukasti og kastaði lengst 51,21 metra og hún átti góða kasseri á mótinu og Hilmar Örn Jónsson kastaði lengst 76,31 metra og var í þriðja sæti keppninnar og ef við förum fleira í Mannheim þá hljóp Anita Hrinnisdóttir þá var hún önnur á tímanum 2:02:57 mínútur í 800 metra hlaupi og á sína fjórðu junior gala móti og þetta var haldið náttúrulega í Mannheim en hún hefur þrígang unnið þessa grein á mótinu. Tristan Freyr hljóp líka í 200 metra hlaupi á sínum besta tíma utanhús og hann kom í mark á 22:13 sekundur og fyrir þá sem veit ekki hver Tristan Freyr þá það sonur Jón Arnar Magnússonar. Það bili, framundan í frjálsum það innanfélagsmót IR haldið núna, var haldið í dag svo það einnig Akureyrar hlaup núna helgina í hálfu marathoni svo frammarskólamót í frjálsum núna 5. daginn
og svo svona frjálsíþróttaskólamót á Selfossi á fimmtudaginn þar sem keppt í aldursflokkum 11 til 18 ára á keppnisgreinar langstökk, þrístökk, kúluvarp og kringlukast. Alltaf nóg að gera í frjálsunum. Framöndan í boltanum hérna á Suðurlandinu, það engin leikur í IBF í Pepstild karlafyrirlinn í þarnæstu viku, þeir eru konir í smá frí. Nú stelpunum voru að spila í kvöld gegn KR og gerðu 1-1 jafntefli, Selfoss stelpunar og Eyja stelpunar spiluðu nú helgina gegn Val og töpuðu 3-2. Svo það nú Svo það framöndan næstu leikir hjá stelpunum Þór Káa Selfoss það fyrir norðan eftir 2 vikur og IBF fær Breiðablik í heimsókn. Nú Selfissingarnir í fyrstil karla þeir eiga leik hins vegar í vikunni, sá leikur á fimmtudaginn þar sem þeir heimsækja Grótta. Sá leikur hefst korter yfir 7 á Seltjarnarnesinu, Hertsvellinum eins og hann kallast. Og það sem að geta fyrirlið Gróttu, hann sunnlendingur, hann Guðmundur Marteinn Hannesson. Svo eru Ægir í annarri til karla, Ægir frá Þorlákshöfn. Næsti leikur hjá þeim annað kvöld klukkan 8 gegn Aftureldingu í Mosesbænum. Svo í þriðju til karla, það KFR frá Hvolsvelli. Næsti leikur þeirra verður gegn Kára annað kvöld klukkan 8 á Norðurlandsvellinum. Og KFS úr Vestmannaeyjum fá Völsungi heimsókn á laugardaginn klukkan 1 á Týsvellinum. Svo má ekki glemma í fjórudel karla, það eru næstu leikir þar, þannig náttúrulega fimmtudaginn Stokkseyri Léttir klukkan 7 og næsti leikur hjá Hamar á laugardaginn þar sem fá Mána í heimsókn þar sem Hamar heimsækir Mána klukkan 4 og Árborg heimsækja Kongana núna á miðvikudaginn klukkan 7. En ég heiti Gestur frá Hæli, ég þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld og enda því að segja Guðni Björgvin sé bestur. Njótið vikuna sem framundan Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli. Hamborgarabúlla Tómasar, nú opið.